Við höldum áfram með föstudagsþáttinn hér í Hofi. Þeir eru komnir til okkar Óskar Pétursson og Magni Ásgeirsson. Velkomnir. Takk. Takk. Þið eru að fara að vera með einhverja tónlistarveislu á morgun í Miðgarði. Já. Já, þetta verður veisla. Þetta verður veisla. Er það að fara að vera með gamaldags sveitaball? Nei, við erum að fara að halda gamaldags söngskemmtun í Miðgarði í Skagafirði klukkan húsið opnar 8 á morgun. Við byrjum svona 9 og við erum bara að fara að syngja okkar uppáhalds dægurlög og erum með snarruglegan útlending með okkur, mundileikara. Það verður ekki, það er kannski ekki beint þess að bæta það en samt, þeir verða einhver störra að vera. Já, já. En þið verðið þarna 3 saman á sviðinu? Já, það eru við tveir og Valmar Valjóts. Hann ætlar að taka með sér fiðlu og flíl í skottinu. Í hvaða skrýtna partí hittust þið tveir og ákveðu þetta? Það var nú skrítið partí, skal ég segja. Það er nátt að vera að tala um að Skagfirðingar séu ruglaðir en hans heimamenn eru ennþá verri því að þeir fengu okkur þar til þess að vera á, það var jólaskemmtun í júlí. Já. Júli. Já, júli. Við vorum sem sagt með Þorláksmessutónleikana daginn áður. Já. Og svo fórum maður á skemmtunum daginn eftir og það var dansa kringum jólatré, þá fór ég nú að laði mig. Já. Var þetta bara súrt? Þetta verið fyrir austan og var þetta á bræðslinni eða? Nei, þetta var sem sagt fyrsta helgin í júlí og þetta var í félagsheimilinu okkar og hérna Fjarðarborg var gert. Og það vantaði eitthvað á þessa helgi þannig að strákunum datt í hug að halda jól. Já. Og það var bara jólahlaðborð, dansaði kringum jólatré og hugvekja og jólasveinar og það var enda 20 stiga hiti en þetta var mjög fallegt. Og hvað, þarna sungu þið fyrst? Þarna sungu þið saman fyrst? Já, svona, sko alveg heila tónleika. Við erum svona aðeins. Höfum nú skemmt í kirkjum. Já, skemmt í kirkjum og ásáttum eitthvað einu sinni tvisvar kannski. Já, við höfum hist. En ég man nú ekkert, sko, lengur en hálfa mánuð eftir þannig. Og hvað, er þetta jólaleg á morgun? Nei. Það er aldrei að vita, ekki en ef það beðið sérstaklega þá var það allt í lagi. Er þetta íslenskt dægurlög eða erlent gamalt? Já, þetta er nú mest íslenskt held ég. Ég held að það séum, jú, þetta er held ég allt íslenskt. En af hverju veljið þennan stað til þess að halda söngskemmtun? Við vorum bara beðnir þetta að værum búnir að fara í minn heimabæ og það væri komið að Skagafirðinum. Já. Svo við séum þá ekki í Tallinn næst. Já, allir það ekki. Svo eftir hvernig þeir taka okkur Skagfirðingarnir. Og þið ætla að vera með ljóðalestur í hléi líka eða hvað? Jú, það verður verkfæri kynning frá fólkanum. Það verður sína kúlulegur og svona slíkt. Það verður hápunktur kvöldsins. Þannig að þið eru að fara að bjóða upp á alls konar vitleysu þannig. Nei, við ætlum nú samt að... Það var ótrúlegt að Skagfirðingur og Borgfirðingur komið saman. Nei, þetta er... Þetta er svona svipað þjóðflokkar held ég. Já, ég skil. Þetta er mikið að skrýtnu fólki. En nei, við svona að öllu gamni slefti þá ætlum við nú að vanda okkur og flytja þarna góða músík. Já, við erum búin að æfa okkur allt, sko. Já, það. Jú. Og þið eru nú með tóndæmið, þið tókuð að með ykkur hérna. Já. Valkvíðin er reyndar algjör að ákveða hvað við ætlum að spila en... Ég held að það verður nú að heiðra okkar mann í Skagafirðinum Einar Sanna Geirmund. Já. Já, takk. Ætla að taka létta sveiflu fyrir okkur. Jú, ég held það. Já. Því að hann er alls góðsmaklegur og það verður að... Þetta er ykkar Elvis. Elvis bara lifði nú ekki nema nokkur ári. Geirmundur, hann er eilífur. Já, þú meinar. Já. Þetta er ykkar Burt Bacharach. Já. Jú. Þá bara... Já, fáum að heyra. Velkomin í Skagfirðingar, þetta verður gaman. Þetta verður eitthvað. Við skólahlíðið í stundum stóð, en stúlka lítil kom til mín móð og andliti mitt var þá allt sem blóð. Hún kallaði á eftir mér. Bíddu vinur eftir mér. Að lofaðu mér að labba heim með þér. Ég skal vera svo væn ef þú vilt í þetta sinn. Ég er svo hrifinn af þér, elsku nonni minn. Og árin liðu við urðum stór, ég út í heiminn og skipið fór. Og hugur minn var svo hress og rór, hún
kallaði, hún kallað á eftir mér. Víst ég býð, ég skal bíða eftir þér. Æ, góði besti, gleymdu ekki mér. Ég verð þér trygg og trú, táp og tárum hennar kinn. Ég er svo hrifinn af þér, elsku Nonni minn. Sóló! En hún beið ekki eftir mér, í einverinni hún gleymdi sér. En minningum það í barmi ég ber, hún kallaði, hún kallað á eftir mér. Bíddu vinur eftir mér. Að lofaðu mér, að labba heim með þér. Ég skal vera svo væn, ef þú vilt í þetta sinn. Ég er svo hrifinn af þér, elsku Nonni minn.